Já, komið sæl, suðurlega átt hjá okkur í dag og ágætis hitastig heilt yfir á landinu og fór hiti hæst í 12 stig á Tröllaskaga og Eyjafjarðarsvæðinu en verið bara fínustu hitatölur svona almennt á landinu og vissulega hafa nú gert næturfrost og stöðugustað síðast innan nótt. En það eru skilanálgast landið úr vestri og við sjáum því hér á hádegi þá var svona fyrsta mynd þeirra rétt hér vestur á landi og þetta eru skil sem munu leita hér austri yfir land þegar líður á nóttina og morgundaginn og ganga það væntanlega hér yfir vesturströndina upp úr hádegi og morgun og renna sér síðan austur yfir land og verða svona úr sögunni þá annað kvöld. En við tekur þó suðvestlæga átt með það köldu lofti að væntanlega verður úrkoman þá nokkuð éljakennd svona þegar líður þá á morgundaginn. Og við sjáum betur á hitasviðinu að við erum svona þæmilega mildu lofti núna en það er útflæði af afar köldu lofti hér frá heimskautasvæði Norður-Ameríku og það er að streyma hér út á Atlantshafið og nær til okkar og verður við svona í kaldari loftmassa þá næstu daga. En hvað var það svona nærmyndina þá erum við hér með skýjafar, úrkomu og vind og loftþrýsting og við sjáum að það voru svona eitthvað að dansa hér í kringum 10 metrana hér vestan til á landinu nú klukkan 19 afsakið og þrýstilurinn er svona almennt séð að þéttasta á landinu og skilin komin hér strax inn á vesturströndina og við sjáum síðan að þetta svona smá saman færist til austurs þannig að fyrramálið klukkan 8 verður rigning víða sunnan og vestan til á landinu og jafnvel töluverð rigning á köflum og það geta verið nokkuð snarpir sunnastrengir í þessu sérstaklega þar sem vindur stendur af fjöllum og til að mynda hálendinu getur við að hæglega að sé fyrir okkur að það slái svona allan á staðbundið í storm. En hitatölur almennt séð nokkuð góðar og þetta á bilinu 3 til 8-9 stig en síðan sjáum að hér þegar komið er fram yfir hádegi að það fer að draga úr vindi hér vestan til á landinu, skilin ganga í gegn og það mun rigna töluvert mikið til að mynda á Suðausturlandi þegar líður síðdegis á morgun og annan kvöld verður staðan á þessa leið og þá eru svona fyrstu élin farin að detta inn hér suðvestan og vestanlands en svona fer að draga þá úr úrkomun hér suðaustan til á landinu. Og ætla síðan að verða nokkuð ákveðin suðvestan átt hjá okkur á þegar komið er fram á föstudaginn og við sjáum hér að fyrirpart aðfram föstudags og fyrirpart föstudag þá geta verið nokkuð áköf él sunnan og vestan til á landinu en bjart veður svona mestu leyti á norður og austurlandi og staðan slík þá á föstudagsmorgun að viðbúið að hiti verður svona bara nokkru gráðum yfir núllinu og úrkoman því éljakennd en flott veður norðanlands en getur vissulega verið nokkuð vindasamt þar á köflum. En það sem við síðan gerast þegar líður á föstudaginn og það mun hægt og bítandi draga úr vindi þá hér vestan til á landinu og jafnvel að draga úr ákefð éljana. En síðan ætla skilarinn að koma og snerta hér austurströndina þá á föstudagskvöld með bæði náttúrulega örlítið hlýra lofti og rigningu á köflum sem að staldrar þó ekki lengi við. En þetta er á staðan þá. Sjáum hér á föstudagskvöld en síðan á laugardaginn þá ætlar að verðum með lægðamiðju hér rétt vestur af landi og lægðadrag yfir landinu. Verður væntanlega svona nokkuð skýjað en úrkomu lítið svona fyrir utan stöku él sem að geta komið þá hér inn á suðvesturhornið sem og úti við vesturströndina. En vindáþallar síðan að verða smá saman norðlægari þegar líður á helgina og hér erum við stöðuna klukkan 15 á sunnudaginn og þá er komið norðanátt sem að getur alveg náð 8-13 metrum á sekúndu og jafnvel heldur meira en svo þar sem vindur stendur á fjöllum og úrkoma norðan til á landinu sem getur verið ýmist rigning, slita eða snjókoma og þá rigning sérstaklega fyrri partina síðan mun kólna. En við skulum setja gott að þeirri bili, verið sæl.